Ef ég spyr hvað í þessu glasi, myndu líklega flestir svara að bragði að hér sé alls ekki neitt. En kannski við svolítið nánar umhugsun segja, já, mestalagi loft, en það svo sem ekki neitt. Frá sjónarhóli efnafræðinnar, þá hérna allt í kringum okkur og ofan í glasinu, þetta allt fullt af lofti. Og svona til þess að samfærast þetta og svolítið skoða eiginleika loftsins, þá getum við nota hérna mjög einfalt tæki sem að fæst í apóteki, svona plastbrautu, og prófað einfallega að sjá hvað við getum gert með loftið. Við förum einfallega með sprautuna hérna ofan í og ímyndum okkur núna að við séum að taka hérna sýni af því sem þarna, þessu ósýnilega í glasinu. Drögum það hérna, tökum inn 50 millilítra af þessu hér sem væntanlega þá loft og reynum svo að kanna svolítið hvað við getum gert við þetta. Ef ég bara tek þetta svona og ýti þessu tilbaka nú þá bara fer þetta niður og ekkert gerist sérstakt. Hins vegar ef við tökum nú að gerum þetta svolítið öðruvísi þar sem við drögum aftur inn jafn mikið loft og áður. Og svo síðan í stað þess að hleypa þessu svona út þá held ég núna þéttingsfast fyrir endan hérna og opinu hér niðri og nú athuga ég hversu mikið ég get þeppa loftinu saman. Við skulum bara prófa. Og nú byrja ég og þegar ég þrýsti þessu niður þá finn ég fyrir meiri þrýstingi á móti. Það eins og eitthvað taki á móti þarna niðri og eins og loftið þarna inni það þrýsti meira á móti. Og ef við takinu eftir, ef ég sleppi þessu stimplinum, að þá fer hann strax tilbaka nánast sömu stöðu hann var uppalega. Þetta segir okkur heilmikla sögu loft. Það eitthvað þarna inni sem veldur þessum þrýstingi. Og frá sjónarhóli efnafræðinnar, þá loft gert úr litlum kúlum eða sameindum sem á stöðugri hreyfingu. Og ef maður reynir svona að jafna þessu svolítið saman, sameindin fleiri í hverri rúmmálseiningu og þar með fjölgar áresturum á hvern millimetr á stiflinu sem ég held hérna og hann verður meiri, þrýstingurinn verður meiri þarna inni og ef ég sleppi þessu þá skjóta loftsameindina þessu tilbaka og þá gæti ég komin upp að stöðu og þá þrýstingurinn inni og þrýstingurinn úti sá sami.